samþykkt hér en ekki vísa til annarar umræðu. Þau sem samþykkja það gefa merki. Þau sem móti kunna vera samþykkt með 9 atkvæðum og 6 hjásettum. Þá liggur ekki fleira fyrir þessum fundi annað en að ganga frá bókunum og við biðjum borgarfulltrúa Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttur að koma upp og gera grein fyrir bókunum Framsóknar og Fljótlavinna. Forseti borgarfulltrúa, það eru 2 bókanir fyrir undir ársreikningnum. Rekstur borgarinnar gengur illa og áætlanir ganga ekki upp. Rekstrarniðurstaða á B-hluta var neikvæð 5 milljarða króna en áætlun gerir ráð fyrir að niður í jákvæðum 7,4 milljarða, sem 12,4 milljónir króna eða 167% undir áætlun. Afkoma samstæðan 16 milljarða króna verri í ár heldur en var árið 2014. Ef horft fram á matsbreytingu fjárfestingareigna var afkoma samstæðan neikvæð 9 milljarða. Tekjur borgarinnar duga ekki fyrir útgjöldum þótt útsvar sé í hámarki og tekjur hafa aukist. Mikið tap er aðalsjóði sem nemur 18,3 milljónir króna. Tap í aðalsjóði bættu upp að hluta með hagnaði eignasjóði sem nemur 4,4 milljónir króna sem hefur það í för með sér að viðhalda eigna borgarinnar ekki sinnt sem skyldi. Það mjög alvarleg staðreynd að aðalsjóður skuli verið rekið með svo miklu tapi sem sýna meirihluti ræður ekki við verkefni og bitnar þá grunnþjónustu borgarinnar. Biðlistar eru langir eftir félagslegu leiguhúsnæði, sérfræðiþjónustu, skóla og stuðningsþjónustu. Og svo það bókun við flugvöllinn eða deiliskipulagið. Niðurstaða héraðsdóms byggir á því að samningar skuli halda en ekki á flugöryggissjónarmiðum. Fullnægjandi gögn liggja enn ekki fyrir til að taka upplýsta ákvörðun í samræmi við upplýsingastefnu borgarinnar. Í niðurstöðu Samgöngustofu 1. júní 2015 áhættumati kemur meðal annars fram að það náði hvorki til neyðarskipulags almannavarna né áhrif á sjúkraflutninga og gera þurfi sérstakt áhættumat ef ákveðið verði að loka flugbrautinni. Samgöngustofa rýndi hvorki né tók afstöðu til skýrslu Eflu nothæfistíma en taldi skýrslu Eflu nothæfisstöður sýndi að hann færi ekki undir 95%. 3 mánuðum eftir niðurstöðu Samgöngustofu gerði Öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna athugasemdir að í skýrslunni nothæfisstöðu sé hvergi vitnað í leiðbeiningarreglur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar en þar séu skýringar þýðingarmiklum öryggisatriðum sem Efla taki ekki til greina sem leiðir til þess að skýrslan inniheldur alvarlega villur. Öryggisnefnd telur skýrsluna ónothæfa og óásættanlegt sé að áhættumat skýrslan byggja á henni. Hafi borið að taka mið af höfnunarástandi flugbrautar, skyggni og skýjahæð, vindhviðum, brautarbreyta og stærðum flugvélar sem flugvellinum sé ætlað að þjóna. Þar sem þessar atriði hafi ekki verið gert í útreikningum nothæfisstöðs rangur. Guðfinnu Jóhönnu Guðmundsdóttir hefur gert grein fyrir bókum Framsóknar og Flugvallarvinna og komið borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks að gera grein fyrir bókunum. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, tekur til máls. Já, forseti og góði borgarfulltrúar, við erum með 2 bókanir. Það í varðandi fyrsta liðin ársreikningur. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir miklum áhyggjum af rekstri Reykjavíkurborgar sem hefur verið í algjörum ólestri allt þetta kjörtímabil sem á kjörtímabili 2010 til 2014. Á sama tíma og tap í hæstu hæðum hjá meirihluta Samfylkingar, Pírata, Bjartar framtíðar og Vinstri grænna veruleg tekjuaukning í samfélaginu sem undirstrikar að rekstrarvandræði Reykjavíkurborgar eru útgjaldavandi en ekki tekjuvandi. Sést þetta enn betur með því að skoða veltufé frá rekstri sem segir hversu miklu fjármagni reksturinn skila til fjárfestingu og greiðslu skulda. Veltufé frá rekstri 5,7% af tekjum ársins en þyrfti að vera að minnsta kosti 9%. Þannig að reksturinn langt frá því að skila nauðsynlegu framlagi. Niðurstaðan enn eitt taprekstrar árið hjá núverandi meirihluta og forvera hans. Skuldaaukning A-hluta 16,2 milljarðar króna milli áranna 2014 og 2015. Í skýrslu endurskoðenda borgarinnar gert ráð fyrir að á 5 ára tímabili 2013 til 2017 geti orðið taprekstur á A- og B-hluta samtals án Orkuveita
Samkvæmt 64. grein sveitarstjórnarlaga er ekki heimilt að samanlögð heildarútgjöld séu á hverju 3 ára tímabili hærri en sem nemur samanlögðum tekjum. Og forseti og ritari, ég myndi vilja biðja ykkur að taka út orðið ekki þarna eftir tímabili sem var í bókunni sem við sendum. Og hitt vegna flugbrautarinnar þar sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn og hér bara bókun sambærileg við það sem við höfum lagt fram áður. Málaferli Reykjavíkurborgar og ríkisins vegna norðaustu suðvestu flugbrauta standa yfir því ákvæði hefur verið að vísa niðurstöðu héraðsdóms til Hæstaréttar. Þar til að niðurstaða fæst úr þeim málaferlum telja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ekki rétt að samþykkja nýtt deiliskipulag fyrir Reykjavíkurflugvöll. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið að gera grein fyrir bókunum Sjálfstæðisflokks og þá það Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, sem gerir grein fyrir bókunum meirihlutans. Forseti og borgarstjórn, borgarfulltrúar Samfylkingar Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata að leggja fram svohljóðandi bókanir. Fyrst bókun undir fyrsta lið. Lífeyrisskuldbindingar setja mark sitt á ársreikning Reykjavíkurborgar árið 2015. Ástæða þessarar háu gjaldfærslu eru launahækkanir á liðnu ári, auk breyttra tryggingafræðilegra forsendna vegna hækkandi lífaldurs. Þetta í fullu samræmi við útkomuspá sem var birt með fjárhagsáætlun 2016. Á sama tíma eru jákvæð teikn á lofti í rekstri borgarinnar. Restur málaflokka vel innan fjárhagsáætlunar eða rétt tæplega yfir áætlun. Veltufría frá rekstri eykst hraðar en von var á og afkoma í grunnrekstri milli ára jákvæð 1,8 milljarða fyrir fjármagnsliði og lífeyrisskuldbindingar og tæpan milljarð þegar fjármagnsliðir eru teknir inn. Skuldir A-hluta eru litlar samanborið við önnur sveitarfélög og fjárhagsleg staða borgarinnar sterk. Plan Orkuveitunar gengur hraðar en upphaflega var áætlað og í fjárhagsáætlun ársins 2016 gert ráð fyrir viðsnúningi í rekstri borgarinnar þar sem árekstur hagræðingaraðgerða þegar farin að bera árangur. Ef að líkum lætur mun áframhaldandi aðhald skila sér í sjálfbærum rekstri fyrir en áætlað var. Næst að bókun undir öðrum lið. Staðfesting borgarstjórnar á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar í samræmi við aðalskipulag Reykjavíkur. Ég ætla að fá að leiðrétta það sem ég sendi, ég sé smá villu, ég geri það eftir á. 2010 til 2030 sem samþykkt var af öllum flokkum í borgarstjórn. Til hefur staðið að leggja niður norðaustur-suðvestur flugbrautina í vel á 3. áratug. Borgarstjórnir í Reykjavík og ríkisstjórnir hafa tekið fjölda skrefa sem miða að því að umrædd flugbraut hverfi, að fluggarðar séu víkjandi og að kennslu og æfingaflugi verið fundin annar staður. Nú síðast gerðu ríki og borg með sér samning í október 2013 og féll nýlega í héraði dómur á þá leið að ríkinu bæri að loka flugbrautinni innan 16 vikna. Sjúkraflugi ekki sent í hættu við gildistöku skipulagsins nú frekar en áður þegar staðið hefur til að leggja norðaustur-suðvestur flugbrautina niður. Nauðsynlegt að samþykkt verið deiliskipulags og unnt sé að bjóða upp á nauðsynlegt viðhald og þróun flugstöðarinnar uns miðstöð innanlandsflugs verður fundinn staður til frambúðar. Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, lokið að gera grein fyrir bókunum borgarfulltrúa meirihlutans. Þá hefur verið gert grein fyrir öllum bókunum og fundi slitið klukkan 19:34.